Jæja Siggi, Já. þetta var glæsilegur sigur og góð spilamennska á þínum mönnum. Hver er svo þín upplifun eftir leik? Bara töff leikur, erfiðar aðstæða og svolítið laus völlurinn og svona rosalega stutt í einhver mistök með að menn voru að renna og svoleiðis og ég var ánægður með fjölnisliðið, reynda að spila en það var bara erfitt fyrir þá að reyna að komast í gegnum okkur þannig að við refsuðum illilega og sérstaklega í seinni hálfleik en virkilega ánægður með sigurinn og einhvern veginn svona hugafarið og bara þannig okkur. Þetta hefur nú verið mikið mörkum í leikunum ykkar. Það hafa verið að skora vissilega mörk en líka fengið á ykkur ansa mörk. Þetta ekki nokkuð sáttum með að halda hreinu hér í kvöld? Jú, tveir sigurleikir í röð á þess að fá okkur mark og lítið að færum, þannig að ég held að Fjölnir hafi ekki fengið eitt einasta færi, þannig að þetta var svona eitthvað sem við þurfum að taka til í. Mér hefur fundist varnarleikurinn góður í sumar en einhvern veginn öll færin hjá andstæðingunum hafa verið mörk, þannig að núna kom engin færi og ekkert mark, þannig að ég er sáttur. Og hvernig fannst þér frammistaðan hans Íbrahima hér í kvöld? Það var bara gott, skora náttúrulega 3 mörk og bara fín frammistaðan á honum. Svo sá ég þú misti mann út af, frekar grottarleg tækling. Býtu ekki Vilhelm sem fór út af. Og er hann mikið slasaður eða kannski? Já, hann er mikið slasaður. Þetta var glórulaus tækling sem bara með ólíkindum að hann hafi ekki farið út af með rautt spjald svo sem tæklaði hann. Og fannst þér dómur svolítið missa tökin á leiknum? Er það svona þín upplifun? Nei, ekki þannig sko. Það var alltaf bara hasar og mikið af aðvætrum að menn að renna og svona einhvern veginn þannig leikur að hann er erfiður að dæma hann nei, ekki tökin, bara jájá. En nú sem ég segi, 2 sigurleikir í röð með þér að halda hreinu. Hvernig leggst afgangurinn af tímabilinu í þig? Frábærlega, við höfum Þrótt í næsta leik heima og þá er fyrir umferðin búinn og við stefnum bara á að vinna hann líka. Þá erum við með 20 stig eftir fyrir umferðina. Ég held að það sé bara svona nokkuð fínt. Herru, bara glæsilegt til að hafa mikið með sigurinn og takk fyrir viðtalið. Takk fyrir.